Katrínu Fjellsteð, formanni nefndarinnar, gefið orðið, gjörðu svo vel. Formaður, félagar og aðrir áheyrendur. Það hefur komið að síðustu 2 tillögunum sem við leggjum fram á þessum fundi. Þær eru númeraðar 28 og 29 og lúta að stjórnarmyndun og vantrausti. Í núverandi stjórnarskrá segir í 15. grein: Forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim. Við yfirferð á þessum 2 tillögum hér á eftir og umræðum verður að vera ljóst að hér er verið að ræða útfærslu á þingræðis fyrirkomulagi því sem við hefur verið haft hér í landi en með nokkrum breytingum. Og umræðuna þarf að taka ekki síst vegna þess að það eru mismunandi skoðanir uppi það hvernig þessum málum skuli háttað. Það er að segja hvort að hér eigi að ríkja þingræði eða hvort að kjósa eigi framkvæmda valdið beinni kosningu af almenningi eða jafnvel hvort að sameina eigi embætti forseta Íslands og forseta Alþingis. Þannig að við lítum svo á að þetta sé grundvallar umræða þessa mismunandi kosti. Tillaga sú sem hér liggur fyrir frá B-nefnd brýtur við blað að mörgu leyti og hún lýsir viðleitni B-nefndar til að koma til móts við þá sem vilja breyta því hvernig staðið er að myndun ríkisstjórnar án þess þó að það þurfi að kjósa framkvæmda valdið beinni kosningu. En í tillögunni, nú ætla ég mér að lesa hana, og hún hljómar svo: Þegar skipa skal forsætisráðherra leggur forseti Alþingis fram tillögu eftir samráð við þingflokka og alþingismenn. Þingið greiðir atkvæði tillöguna innan 4 virkra daga. Verði tillagan ekki samþykkt, leggur þingforseti fram tillögu að nýju og er atkvæðagreiðsla endurtekin samkvæmt 1. málsgrein. Hafi tillögum þingforseta verið hafnað 4 sinnum, rífur hann þing og boðar til alþingiskosninga. Þegar Alþingi hefur samþykkt tillögu forsætisráðherra, ákveður hann eða hún, þar að segja forsætisráðherrann, skipan ráðuneyta og töluráðherra og skiptir störfum með þeim. Þá tilnefnir hann eða hún ríkisstjórn sína og tilkynnir hana forseta Alþingis svo fljótt sem verða má. Þingforseti skipar forsætisráðherra fyrir hönd Alþingis og veitir honum eða henni lausn. Forsætisráðherra skipar aðra ráðherra og veitir þeim lausn. Þetta kann að hljóma byltingarkennt en er í nokkru samræmi og í algjöru samræmi við fyrri tillögur sem við höfum kynnt frá B-nefnd það hvernig staðið skuli að því að velja forseta Alþingis, en svo við rifjum það aðeins upp, þá lítur tillagan að því að þingforseti sé kjörinn með 2/3 hluta atkvæða maks frá þinginu. Við höfum ákveðið að skipta með okkur verkum nefndarmenn í umfjöllun þessa grein og þá næstu, og við ætlum að munum því heyra allavega í Vilhjálmi Þorsteinssyni og Eiríki Bergmann Einarssyni og vonandi fleiri nefndarmönnum þetta nánar. En ég ætla að vinda mér beint yfir í næstu grein sem er svo 29. og vantraust. Og þar segir:
þar segir í núverandi stjórnarskrá ekkert, en í okkar tillögu eftirfarandi: leggja má fram á Alþingi tillögu vantraust á forsætisráðherra eða aðra ráðherra. Í tillögu vantraust á forsætisráðherra skal felast tillaga eftirmann hans eða hennar. Ráðherra er veitt lausn úr embætti ef tillaga vantraust á hann eða hana er samþykkt. Ríkisstjórn er veitt lausn ef tillaga vantraust á forsætisráðherra er samþykkt. Þetta er ný hugsun í íslenskri pólitík, að því leyti sérstaklega hvað vantrausti varðar, að þegar borin er fram vantrausts tillaga þá skuli henni fylgja tillaga væntanlegan eftirmann forsætisráðherrans forsætisráðherrans. Fyrir þessu eru fordæmi frá öðrum löndum, en ofan í það verður farið nánar í innleggi nefndarmanna hér á eftir. Takk fyrir.